Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, það er ekki á hverjum degi sem feðgar sína báðir eigin myndlist í sama listhúsinu. En mér skilst að þannig hátti til fyrir norðan frá með morgundeginum að þá verði opnaðar 2 sýningar með yfirskriftum sem kannski virðast ólíkar en mögulega er ekki allt sem sýnist í þeim efnum. Fáum meira vit það núna á eftir. En þetta eru feðgarnir sem sagt Hlynur Hallsson sem er nú Íslendingum að góðu kunnur eftir langan myndlistarferil og safnstjóri og pólitíkus og ég veit ekki hvað og Númi Kristínarsson, sem sagt sonur Hlyns og Kristínar. Þeir sýna í Mjólkurbúðinni og ef allt í lagi með tæknina þá eru þeir með okkur hér á Zoom að norðan. Heyriði í mér félagar? Já, mjög vel. Gott að heyra. Heyrðu til hamingju með þetta skemmtilega framtak að vera báðir með sýningar í sama listhúsinu á morgun. Maður kannski byrjar þetta spjall á því að spyrja hvernig kom það til? Er þetta eins og hverjum tilviljun eða er þetta eitthvað sem þið sáuð fyrir ykkur með löngu fyrirvara? Já, ekkert mjög langur fyrirvari. Nei, ekki. Nei. Sko, ég vissi að ég myndi vera að sýna hérna í Mjólkurbúðinni, sótti bara það á síðasta ári, þannig að því að það var alveg bara skipulagt og síðan datt mér bara í hug, var það ekki bara í vor? Jú, bara í apríl. Apríl, þá spurði ég Núma hvort að hann vildi ekki bara vera með sína eigin sýningu, sko. Þetta eru sem sagt 2 einkasýningar. Já. Og ég spurði hvort að þú vildir vera inni í það er svona annað rými á bakvið í Mjólkurbúðinni eða hvort hann vildi taka bara allan vesturvegginn. Aha. Og hann vildi það auðvitað frekar, hann vildi vera í aðalrýminu, þannig að það var deilum því. Einmitt. Þú ert nú ekki gamall að árum Númi, ert ekki bara 16-17 ára? Jú, ég verð 17 í október. Og hvað ert þú að gera til þess að auka þína færni sem myndlistarmaður? Ég bara náttúrulega í námi núna í verkmenntaskólanum. Já. Og er þá öðru ári og það er bara frábært og svo er náttúrulega líka að læra og að lifa bara. Já. Listinni. Og ertu þá á listnámsbraut einhverju slíku? Já, nákvæmlega. Sko, ef ég held aðeins kastljósinu lengur á þér Númi, ákvaðstu ungur að verða myndlistarmaður? Ekki neitt sérstaklega, sko. Ég hef alltaf haft áhuga á myndlist og náttúrulega verið í kringum pappa og ferðast með honum á svona myndlistarferðir eins og bara oft í Þýskaland og bara heiminn. Þá náttúrulega ég var í space-inu svona. Já. Og ég hef aldrei ekkert verið að plana að vera listamaður neitt, sko, en það hefur alltaf verið einhvers staðar í hausnum að fela sig. Já. Stundum er sagt að börn reyni að flýja forlög foreldra sinna og reyna að koma sér í aðrar áttir en þú hefur einhvern veginn sogast inn í þetta núna allavega hinn síðari ára eða hvað. Já, einmitt. Maður er nú sonur pappa síns, svo þetta er í blóðinu. Þetta er í blóðinu. Sko, þeir sem að koma á þessa sýningu á morgun, geta þeir vænst þess að sjá eitthvað sameiginlegt með ykkar verkum eða eru þetta 2 gjörólíkir heimar? Það er nú eitthvað svona sameiginlegt í þessu. Já, þetta er náttúrulega persónlegt bæði. Þetta er bæði manneskju, mitt er að þroskast sem manneskja og hans er að elska sem manneskja, svo það er smá tengingar á milli, enginn er núrst að þráðbegin tenging, sko. Og verkefni eru kannski svona, við fyrstu sín eru alltaf ólík en við erum nú báðir einhvern veginn svona að vinna með texta. Já. Og mín eru kannski svona pínu einfaldari og meira svona maleri hjá Núma, mikil málari. Já. Skelliði nú á borðið yfirskriftum þessara 2 sýninga. Hverjar eru þær? Já. Það er svolítið dramatískt nafn með mér, það er Killing Yourself to Live. Og það fyndið með að margir taka þig mjög illa og eða bara á vitlausan hátt nema bara til að gera allt skýrt þá er sýningin ekki að drepa neitt.
skal ég segja. Það að endurskapa sig sjálfan í gegnum tíðina bara. Já, einmitt. En þú, Hlynur? Já, titillinn á minni sýningu bara elska þig. Og það svona hérna, já, það svona útgangspunkturinn í verkunum, sko. Já. Sko, þú hefur náttúrulega gert garðinn frægar fyrir þín spreyverk, Hlynur. Ertu enn í því? Er sýningin byggð á því núna, eða? Já, þessi sýning enda bara spreyverk. Ég hef oft verið sko að sýna bæði, þú veist, ljósmynda, texta, einhverja teikningar líka og svoleiðis, en að þessum sinni þetta bara spreyverk. Allt spreyverk. Já. Og Númi, kallinn sagði að þetta væri meira maleri hjá þér. Geturðu lýst fyrir okkur þinni list? Ég ennþá svona í prósessinu að finna minn stíl. Fyrst að ég að vera ekkert rosalega lengi að gera myndlist, en já, ég myndi segja ég oftast að mála, en á þessari sýningu ég hafa svona mikla áherslu á textaverkum. Mér finnst það bara texti þægilegur miðill til að tjá mig, en svo náttúrulega máling hlutur af nánast öllum verkefnum. Já. Tveim aðalverkefnum þá samsagt, nema hinn tveir svona fljótar skissur. Já. Hvernig með, þegar þú ert svona ungur í myndlistinni, ertu að fást við olíuliti, eða? Nei, ég eiginlega bara í akríl, sko. Það náttúrulega ódýrara og bara þotna fyrir sem ég stælt. Ég ofta að vinna á móti tímanum. Já. Og það náttúrulega bara meira accessible fyrir mig persónulega, sko. Sko, ég hef skrifað nokkra bækur, þær skrifa ég oft í svona rispum og lotum og verð manískur og hérna óþolandi. Ert þú, sko, reynir að vinna, hvað maður að segja, hægt og þétt eftir ákveðnu skipulagi, eða hvernig svona verður þetta til hjá þér? Það oft fæ ég bara hugmyndir bara þegar ég bara lifa mínu lífi og ég skrifa það niður oftast bara í síma. Og svo kemur til að ég gleymi því eins og bara með margt sem ég hugsa, og svo allt í einu er ég bara í stúdíónu eitthvað, sitar og þá fæ ég hugmyndina, og alltaf þegar ég fæ einhverja hugmynd og ég get gert eitthvað með hana, þá fer ég bara beint í það og er ekkert að bíða eða hugsa neitt fyrir seinna eftir. Mér finnst persónulega betra að klúðra fyrst og svo laga vesenið sem maður skapaði. Já. Og þá er meiri hjarta í prósessinu. Einmitt, það hljómar mjög vel. Þú minntist áðan á að þú hefðir ungur náttúrulega fylgt pabbaðinum utan á sýningar. Myndirðu segja að þú ættir þér marga áhrifavalda nú þegar? Hvað meinarðu með því? Þá meina ég með því að hefurðu hrifist af myndlist tiltekinna einstaklinga, finnst þér að þú sért svona komin í skóla, einhvern sérstakann skóla sem aðrir hafa lagt línunar í, eða áttu þér uppáhalds fyrirmyndir í myndlistarheiminu, kannski bara pabbaðinn, en kannski einhverjir aðrir? Ég get ekki sagt neina sérstaka, en ég tek ekki eftir stílnum hjá neinum. Mér finnst það svolítið slappt að herma til stíl hjá einhverjum öðrum, eins og margir gera, nema ég er meira að hugsa hugafar hjá öðrum listamönnum. Hvernig þeir hugsa og fara með verkið sín og vinna verkið sín. Og þá tek ég til en listamann sem heitir Slán, hann frá Nígeríu og vinnur í Bretlandi í London. Já. Og líka Miles Davis, jazzleikarinn, aðalega frá þeim tveim. Já. Það meira svona hugarfar og eitthvað þannig heldur en listin sjálf. Já, ég skil. En það væntanlega mikilvægur grunnur í því að þroskast og þróast sem myndlistarmaður, að vera einmitt iðin að kynna sér hugmyndir annarra, ferðast á milli safna og helst til fjarlægra landa og svo framvegis. Þú hefur sem sagt notið þess veganæstis. Já. Mér finnst einmitt fyndið að ég er svona einn af þessum yngstu þremur börnum í fjölskyldunni sem hefur virkilega mikla áhrif á myndlistum og þoli að vera í söfnum lengi. Ef við erum að ferðast eitthvað þá ég og pabbi hafum svona langmest áhuga á að vera í söfnum og nennum að vera í nokkra tíma og hanga bara og skoða verkin hægt og rólega. Þegar svo eru hinir krakkarnir meira svona í þeim eða þannig. Það nenni svo vissinni. Og þetta mér í hug ein skemmtisaga að síðast þegar ég sá bróður þinni einn,
þá var ég að paufast við að komast upp á tind Esjunnar og það kemur allt í einu ungur maður og hleypur fram úr mér á, ég veit ekki, bara 10-15 kilometra hraða. Þar var komin náinn ættingi ykkar, sonur Hlyns og bróðir þinn, og hann var ekki þess líklegur, fannst mér, til þess að horfa í 3 klukkutíma í einhverjum myndlistarsal og eitthvað verk. Það var að líta sig. Hann myndi örugglega gera með sum verk, sko, eða sumar sýningar, en ég held að hann ekki alveg típan, sko. Hann meira svona action Einmitt. Heyrðu, Hlynur, er þetta ekki svolítið hjartnæm stund að þessi sameiginlega reynsla ykkar á morgun fyrir þig? Jú, það bara þetta mjög skemmtilegt, sko. Bara heiður fyrir mig að sýna með ungum og upprennandi myndlistamanni og maður veit auðvitað aldrei, þú veist, með börnin manns hvað þau taka sig fyrir hendur, þau ráða þau þetta öll sjálf, og ég held að Númi hafi ekkert fengið neitt öðruvísi uppeldi heldur en öll hin, sko, en hann hefur samt, sko, alltaf sýnt, sko, já, mjög mikinn áhuga á myndlist og svona mikill pælari líka, og já, eins og það segir, sko, svona aldrei sem hann kvartar yfir því að vera of lengi á sýningum, og ég var einmitt svona pínu hissa á því, ég held að það hafi verið fyrir 2 árum út í Berlín, að þá sagði Númi eitthvað, ég er að fara út, og ég segi, ok, hvað ertu að fara? Ég er að fara að kíkja í nokkur gallerí, og ég bara, ha? Af því að yfirleitt hefur viðbrögð verið, sko, bara ekki fleiri sýningar. Þannig að börnin eru þetta dregin mjög mikið á sýningar, en það er þetta bara mjög skemmtilegt að sýna með Núma. Já, mér finnst líka svolítið falleg þessi þróun sem hefur orðið að það þótti ekki sjálfgefið þegar ég ólst upp, sko, að 16-17 ára krakki, unglingur, ungmenni vildi gera eitthvað með foreldrum sínum. Nei, já, kannski er það eitthvað að breytast, sko, ég veit það ekki, það er eitthvað, allavega það er auðvitað, vil ég gera allt með manni, eðlilega, ég meina vilja þetta, fara eigin leiðir og upplifa. En við höfum okkar stundir, ég og pabbi. Já. Algjörlega. Spila kvöld og svo fara sýningar á þetta. Já, akkurat. Einmitt. Þú segist vera að skrifa nei, ekki skrifa þú segist vera að fjalla með þínum spreyverkum ástina, Hlynur. Hvernig getur maður gert það með svona textaverkum? Þetta eru, sko, ég líka mjög mikið vilja pæla í þjóðerni og þess háttar, og þannig að, já, þessi textaverk eru alltaf mikið það. Þau eru á mismunandi tungumálum, tungumáli, og þetta eru svona stuttir textar, bara elska þig Ísland eða elska þig Svíþjóð, en þá á sænsku og á króatísku og svona. Þannig að þú veist, það er auðvitað líka eitthvað svona þú veist, eitthvað sem maður þarf líka að spyrja sig, sko, já, ok, en þú veist, þjóðerniskennd, þú veist, auðvitað mikið til umræðu, en hvað er það sem maður elskar? Þú veist, er það landið, er það náttúran, er það umhverfið, er það fólkið? Getur maður elskað eitthvað þó maður elski ekki allt, og þú veist, þetta er svona, já, þetta er líka svona pínu ansvar við þú veist, að það sé bara, sem orðið svona frasi, að fólk segir bara, já, ég hata þetta, en meina það kannski ekki alveg, en já, en mér finnst eitthvað svona, já, bara fallegt að svona ávarpa þetta á þessum svona mismunandi tungumálum til mismunandi landa, og ég þarf samt alveg svona að hugsa mig stundum, sko, þú veist, Love You USA, hljómar mjög skringilega á þessum tímum, sko, en það er eitthvað, þú veist, sem að það er auðvitað til dæmis svo margt við Bandaríkin sem hægt að elska, þó að það sé svona dálítið langt frá því að maður elski stjórnvöld í Bandaríkjunum eða allt þar, eða eitthvað svoleiðis, og
Já, og svo sko einmitt, en ég var einmitt að hugsa það daginn, sko, þú veist, get ég skrifað þá á hebresku líka, elska þig Ísrael? Það þetta sko líka, það þessi átök sem eru, en það til hellingur á góðu fólki í Ísrael, og að stjórnvöld í Ísrael séu skelfileg, og því miður mjög, bara óhugnalegt, á hvaða leið þau eru, en samt eitthvað sem maður, það auðvitað eitthvað samt sem maður hlýtur að geta elskað, því það líka, þú veist, það eitthvað gott, það eitthvað, þú veist, en það auðvitað þetta svona rosa togstreita, sko, því það getur maður líka farið alla leið einhvern veginn, þú veist, land eins og Ísrael sem búið til bara, af Vesturlöndum, einhvern veginn, og tekið land af annarri þjóð, getur maður þá sagt, ég elska þig Ísrael. En skiljið þið rétt að það sé í þessum ástarjátningum og í þessum pælinguðinu, þá alltaf einhver svona pólitík, það alltaf einhver samfélagspólitík, eða oft? Algjörlega, já, það verður það bara sjálfkrafa, einmitt. Þá maður einmitt að velta þessu fyrir sér, sko, þú veist, einmitt, hvað það sem maður elskar og einmitt, og þessi togstreita, sko. En þannig það líka kannski í ástinni. Ég meina, þú veist, það alltaf eitthvað, þú veist, maður getur aldrei þú veist, elskað allt. Það alltaf eitthvað, það líka eitthvað sem hindrar mann í því eða stoppar mann af, sko. Já. Nú finnum maður einhverja afstöðu eða einhverja pólitík í þinni myndlist, munu þeir sem að sækja sýninguna þína á morgun finna fyrir einhverju slíku? Nei, ég myndi ekki segja það, sko. Meira bara speglun af hverjum ég sko. Ekki miklu pólitík, ég ekkert eitthvað rosa mikið að fræða pólitík. Nei. Svona. Er þetta sölusýning? Já, það flest verkin til sölu, öll verkin nema eitt til sölu. Já. Og já, við erum ennþá venni, ég ennþá aðeins að hugsa verðin að þeim. Já, en þetta mjög skemmtilegt og það var nú bara tilvílun, ég datt niður á þennan viðburð eða eitthvað þetta á félagsmiðlum, en ég hugsaði með mér, já, ég ætla að hringja í þessa, þetta skemmtilegt og fallegt og það einhvern veginn allt gott við þetta. Ég þakka ykkur kærlega fyrir spjallið, kæru feðgar. Klukkan hvað sýningaropnun á morgun? 5:00, já. Miðvikudag 5:00, já. Já. Allir velkomin, eða öll velkomin. Öll velkomin. Kærar þakkir fyrir spjallið, báðir tveir, gangi ykkur vel og megi framtíð ykkar að verða björt í myndlistarheiminum, ekki síst þín númi sem að þetta eru væntanlega þín fyrstu sýningaskref, eða hvað? Já, það þau, sko. Fyrsta einkasýningin og mikilvægast. Mjög spennandi. Kærar þakkir og verið blessaðir. Bestu kveðju norður. Takk fyrir, skilu því. Bless. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.